Já, kæru hlustendur, við vorum að klára brútal þátt. Brútal. Þetta brútal þáttur með Vigni Kíró. En við þurfum að sjálfsögða að koma að byggum samstagsaðilum okkar. Erum við samt ekki að setja slæma á væntingar og segja brútal? Þetta sturlaður þáttur. Já, þetta var bara sturlaður þáttur. Þetta bara kemur óvart. Business brútal dæmi. Jómfrúin, við verðum auðvitað komin á það einhver. Já. Brútal skilaboð frá þeim. Brútal skilaboð frá þeim að það nú bara byrjað að bóka fyrir jólahlaðborð. Já, og við erum tímalega, þetta byrja 7. nóvember. Það eru ákveðni dagar orðnir uppbókaðir og við erum ekki að fokka. Það er núna júlí. Byrjiði að bóka. Og þess á milli getið þið kíkt á sumatjassin. Já, en sko, ég gerði sjálf með greiða í fyrra, í blackout í veiði, kláraði þetta bara. Þannig að sama hvar út stattur, það er alltaf tími til að bóka jómfrúna. Og annað sem er alltaf tími fyrir þér, þegar þú lappar inn á jómina, þegar þú lappar inn á aðra góða staði, panta sér eitt Carlsberg. Já. Nei. Ekki einn, alltaf tveir. Alltaf tvo, eitt fyrir mig, eitt fyrir þig. Þið heyrið það. Carlsberg og jómfrúin, þetta eru grunnstóðir í innviðum Pingjunar og að því sögðu þá bara ætlum við að gefa Vigni orðið. Já. Orðið, með það ekki? Jú. Já. Vigni! Woo! Taktu það? Já. Ég veit þetta gott. Ekki dálítið ís? Ekki dálítið ísöngin? Na-na Líf Kíró Na-na-na-na Líf Kíró Það held ég Líf Kíró þjóðtíð 2024 Það eru pingjumæður sem helsa Patti og Eddi og hann komin til okkar Vignir frá Líf Kíró Vignir Kíró Já, hjartalega velkomin Takk svo gott, takk hérlega frá mig Vigni Bollason, við verðum að gefa Bolla sjálf Já. Hann er einhvers staðar í góðu rauðvinni að hlusta á þennan þátt núna Já, örugglega hennar hlustar hann þátt þá var hann potið í einhverju smá Potið? Glugga hans Hann er verið að bjóða upp á rauðvinsmakið í hvað er ekki herrakvöldin hjá Líf Kíró? Jú, hann hefur verið að sjá það svona einhver leiti, hann er bara rauðvins áhuga maður Mikill og elskar að tala um það og segja mann ímislegt frá því Það er nú yfirleitt þannig með þessar rauðvins áhugamenn þeir elskar að tala um það líka sko. Já, sjátt á Bolla og brettin hans Herðu, sorry Vignir, hvernig ertu? Í góður eða? Ég er frábær, ég er að klára smá frí hann ég er búin að hjóla með krökkunum og bara hafa það næs Ertu í fæðingarólofi eða? Já, ég er að klára orlof núna og ég er að koma aftur núna bara til vinnu bara núna á næstunni Frábært Þannig að já Frábært. Herðu, við ætlum að ætlum við ekki að fara yfir hérna helst leikskólamálin og þetta rugl sem er í gangi hérna? Nei, ekki? Við erum ekki þannig hlaðvarp. Nei, þetta er ekki þannig hlaðvarp. En kannski, getum við náttúrulega komið inn á þetta til dæmis eins og hafið. Málið hafið, fiskunum Vignir. Þú ert duglegur í fiskinum eða hvað? Já, við erum mjög duglegir í fiskinum. Það ekki, ertu að fara í tilbúnu, ertu að leita í tilbúnu réttina þarna á hafinu? Sko, ég blandaði aðeins, sko. Það er eftir hvaða skapi ég er í. Og líka Arna, sko. Arna elskar að sjá elda. En það er hún fáránlega góð í því þannig að ég er bara mjög sáttur með það en við mixum þess aðeins sko. Og stundum tökum við tvennt sko, fyrir eftir hvað skapi ég er, hvað skapi hún er Það er eitthvað fyrir alla í hafinu Er einhver svona go-to réttur eða? Já, sko, mér finnst svona vefjan með fiskin minni hún smá spicy, ég fíla það er svona beginner's drug eins og við talaðum Reyndar, passi ykkur, ég ætlaði að reyna að koma krökkunum inn í þetta hún er spicy þetta var bara, pabbi, þetta er alltaf sterkt Já, hún er þannig blað, sko en þess vegna finnst mér líka geggjuð, sko En hún er frábær, hún er líka fyrir gikkina Arnar, ef þú ert að fá eitthvað gikk í kvöldmatt það má kalla mig gikk sjálfur ég get allt úr þessu borði þökkum hafinu fyrir, herru, ég vil koma inn á Teygja líka Þú hafði nú orðað því hérna fyrir þátt að aldrei klikka greiðslur Liðsmaður Teygja Já, heldur betur Sáttu með það? Mjög sáttur sko Og hann er náttúrulega sáttur í gegnum núna Er það ekki? Já. Það er samstarfið, þetta er transaktsjónið Þú ert ekki að taka neitt framhjá Svona beint í gegnum Teygja, það? Er þetta bara allt í gegnum núna? Já, við erum bara með undir borðið þetta? Já Nei, ekki neitt svoleiðis sko Við tökum með allt bara gegnum sölukerfið hjá núna, skilur Já, og það er knúið áfram Teygja Þar spilar Teygja lykilhlutverk Geðveikt Tjekkja á því, kæru hlustendur, þökkum Teygja fyrir Ég held líka eitt, við hefum ekkert komið inn á hérna, fyrir vendora sem eru hjá Teygja Það er að fara að koma lán og eitthvað svona Ég held að getur verið að skuppa því Megum við vera að segja það nú? Já, ég veit ekki, kannski klippir þetta út ef maður verið að brjála þarna Alltaf með mig í vinnu hérna Já, sorry Sjáum til með það En
Þáttur dagsins, Vignir, nú veit ég ekki, jú, þú hlustaðir á þáttin þar sem við fjöllum Kírópraktorstöð Reykjavíkur. Já, maður sjálfsögðu. Það eru 2 ár síðan. Bara eiginlega upp á dag. Og við erum síðan búin að vera að velta okkur mikið upp úr þessu. Hvernig virkar þessi rekstur? Hvernig er Kíróbis? Og hingað er komin og við ætlum svona, sko, já, taka smá dýta í voni það, en líka bara svona fara kannski aðeins yfir þína sögu. Þú náttúrulega byrjar á Kírópraktorstöð Reykjavíkur, ekki? Já, það passar, sko. Þegar ég flytt heim til Íslands, haustið 2017, þá byrja ég rauninni bara að vinna hjá Gumma á Kírur Reykjavík. Þá var hann nýbúinn að opna Kírur Reykjavík. Þannig ég kem bara inn í það bara, þú veist, leið. Það var hann held ég búinn að opna í mánuð eða eitthvað leis. Og var bara með stórt rými. Varstu bara fyrsti starfsmaður þar þá, eða? Já, ég veist, fyrsti Kírópraktor starfsmaður, já. Já, ok. Hann var með Sonju með sér sem sá móttökuna og allt skrifstofutengt. Þau voru 2 og svo kem ég inn með þeim þar. Oh, have tables turned. Kom meirinn á það eftir. Er það ekki? Já. En spólum tilbaka, ég meina hvenær, þú veist, þú útskrifast 2017? Nei, 2015. Ég tek hérna tæp 2 ár í Bandaríkjunum. Bara næ mér í hellingsreynslu þar, sko. Þessi vinn á stofu. Já, að vinna sem kírópraktor. Já, vinn sem kírópraktor, mjög náið með manni sem heitir John Palmer, sem ég lærið mikið af. Fekk að vera mjög involveraður í reksturinn hjá honum. Já, bara inn í öllu. Og lærið alveg ótrúlega mikið þar, bara svona af fundamental hlutum varðandi kíró, bara rekstur á stofu, sko. Já, er það, þú veist, það sem að kannski áhugin fyrir því að reka þitt eigið kviknar, þú veist, var það kannski alltaf markmið hjá þér? Það var alltaf markmið, sko. Ég man sko daginn sem ég kláraði síðustu kírópraktor prófið mín og var á leiðin út í bíl bara, þú veist, ég var bara búið með basically með námið, ég átti bara eftir að mæti útskrift. Þá setti ég niður og skrifaði, þú veist, niður hvað ég sá fyrir mig varðandi framtíðina og þar bara setti ég niður í svona klukkutíma og skrifaði bók sem ég á ennþá. Ég var að vonast til að þetta verið servétta. Nei, ég klukka reglingina og meiri segja að sá þetta í morgun, sko. En málið er að ég skrifaði niður ákveðna hluti og eitt af því var að opna kírópraktorstofu. Ég ætlaði að gera það fyrr, en þegar ég flytt heim 2017, þá var ég að fara að gera það. En ég var ekki búinn að finna alveg húsnæði, ég var heldur ekki alveg fjárhagslega staddur til þess að taka, þú veist, mér langaði að taka ekki bara lítið húsnæði, mér langaði að fara í eitthvað sem ég myndi vaksa inn í, skilur. Og var ekki alveg tilbúin í það og þá heyri Gummi mig og það var bara perfekt fyrir mig á þeim tíma að koma inn og byrja að byggja upp mitt orðspor og svoleiðis hérna á Íslandi án þess að fara út í sko dýpstu laugina strax af því að þá hefði þurft að byrja í litlu rými og svoleiðis, þannig að já. En hvernig er þetta hérna, er menn bara alltaf að stinga hvern annan í baki þegar stofnið í stofu eða vissi Gummi að þið langaði að, þú veist, er það bara samtal frá byrjun, heyrðu? Já. Já, sko, ég lagði það á borðið strax, sko. Þú veist, það var pælingin, ég vildi ekki fara að vera hjá honum með einhverjum í 1 eða 2 ára eða whatever og vera svo bara, heyrðu, PC er farin, sko. Þannig að ég sá hún það strax bara, heyrðu, þú veist, markmið mitt er að ég ætla að fara að opna stofu, bara svo að veitir að skilur alveg frá því byrjun, að við, þú veist, það er gólið hjá mér, skilur. Já, leggja spilin á borðið. Magna, en annað, þurfum við ekki að fara tilbaka? Fólk þarf að vita hvað hann er. Hver er maðurinn? Ég meina, hvar elur bollið? Ég ætla að skrifa hjá mér spurningunum sem ég var með hérna. Sorry, já, ég er uppalinn í Hafnarfirði. Þú ert Hafnfirðingur? Já, og hérna með stuttur viðkomið í Svíþjóð og eitthvað svona. Já. En já. Og þú veist, er það þá Flensborg menntaskóli eða? Já, ég tók þetta bara Hafnarfjörðin allaveg, sko, með það. Já. Bara Víðistaskóli unglingadeild og svo bara Flensborg og kláraði stúdentinn þar. Já, stúdent í hverju? Þú veist, þegar þú ferði í kíróin, hvað, vantarlega 21? Ertu þá bara, ég bara átta mig ekki á því þegar þú ert í menntaskóla, veistu þá að vera kírópraktor, ert byrjað að taka, eða dettur þetta randomli inn, eða? Nei, sko, ég fór á náttúrufræðibraut, kláraði hana. Ég er hérna vissið á svona 17-18 ára að ég ætlaði að vera kírópraktor. Já, ok. Þá er ég búin að lengi að pæla í, þú veist, bara hvað mér langaði að gera. Ég var svolítið að leita inn á þessa braut, sko, að fara í sjúkraþjálfunar, læknin, eitthvað, þú veist, þessu tengt. Svo hérna er bara atvikast hlutinirinn þannig hjá mér að, þú veist, það er ekki fyrir en ég á persónulega reynslu að ég fara til Bergs kírópraktor sem er góðvinur pabba minns, svo vinum. Er það Beggi Kon? Já, Beggi Kon, góðvinur. Er það ekki OG? Algjörlega, bara, þú veist.
og það þar sem áhugin er inni kviknar á því að fara að vera kýrópraktor það varst bara fascinating hvað hann gat gert fyrir mig á skömmum tíma að þú hefur þá verið eitthvað meiddur þarna já, meiðslasaga í fótbolta, ég var alltaf meiddur og leiðið kom tilbaka þannig að það var ekki fyrir en ég bætti því inn í það sem ég var að gera að þá fór ég að halda seil og geta spilaleiki og æfti eitthvað að viti þannig að þar kviknar sá áhugið þannig að þá einhvern veginn svolítið kúpla mig út frá hinum pælingunum og fer bara full on í þetta mér fannst þetta bara fascinating concept í rauninni að geta verið gera eitthvað sem var svolítið nýtt, svolítið spennandi og líka bara það, mér fannst þetta eiga vel við mig bara Já, þannig að þetta fæðist ekki að þú ert alltaf að hnykkja pappa en bara í einhverju hobby í mennskóla þannig kemur hugmyndin en sko með business og líka eru bara að kviknarinn að því að ég er að fara reglulega til Bergs og hann einhvern veginn kemur þetta til tals og ég fer að pæla þessu þannig ég og Rúri sem er líka kýrópraktor núna hjá Bergi á Sogaveinum ég og hún erum þau fyrstu sem fyrir síðan út þarna í skóla sem ég fer út í Atlanta og það sem við klárum þetta nám Er það ekki að verða svona lítil kommuna núna fyrir Íslendinga sem að ég meina Steinar og fleiri eða ekki? Já, Máni og svo núna Snædís og það eru fleiri og Ranni og Sogaveinum og fleiri Bjarki og Helena Ert þú að fá fyrirspurnir og taka komissa fólkinu sem fer þarna? Já, svo fyrir maður nefna gleymingin En þú þarft meðmæli alltaf, eða ekki, frá kýrópraktor til að komast í nám erlendis? Jú, þú þarft í rauninni meðmæli og þú þarft líka að vera með ákveðið level af menntun, skilur eins og þegar ég ætlaði að fara út, það var ekki nógur með stúdentspróf, ég þurfti að taka 1 ár í HÍ ákveðnum áfengum með ákveðnu verklagi, skilur og lab eins og kallast og svo þurfti ég líka því að koma út og taka í rauninni 9 mánuði að því það eru fjórðungsannir þannig að ég tók 3 annir, 9 mánuði til þess að komast inn í kýrópraktornámi þetta er doktorslefi nám þannig að þú þarft að vera með annarkvort koma með bachelorgráðu í science eða BS til þess að bara fá inn eða þá að vera koma með það sem jafngildir af einingum í ákveðnum fögum til þess að sem að eiga við hana og hvað, er þetta 5 ári eða? Já, sko, að því að þetta eru 4 annir á ári þá er þetta keyrt í gegn á 3,5 ári sem mér finnst rosalega skemmtilegt koncept ég er mjög hlindur svona efficiency það voru bara 3 vikur í jólafrí og 3 vikur í sumarfrí annars var bara hraðbrautar fílingur já í rauninni sko 10 vikur af kennslu svo vika í lokapróf og sumarvikur voru kannski bara 12 lokapróf á 4 dögum skilur það varst bara í einhverju keislu sko þannig að það átti voða vel við mig, ég fílaði það það var margir sem fílaði ekki fannst það of hratt og allt svo leis ég fílaði það, þannig að þá getur þú klárað þetta á 3,5 sama tíma náttúrulega bara er þetta jafnmargar einingar og allt annað þetta er bara á skemmri tíma að búið að þjappa þess aðeins saman En ferðu, hvað ertu gamall þegar þú ferð þarna klár stúdent, tekur eitthvað í HÍ hvað ertu gamall þegar þú ferð út, bara 21 tvekja? Já, ég er tvítur Já, tvítur, ok. Fer út tvítur, flytt út í Bandaríkjana sem er svo skrítið að pæli það er ekki þannig sér langt síðan en samt á þessum tíma að maður flyttur út það var ekkert hægt að hafa neitt mikið samband heim og ferðast og fara einn og allt þetta það var alveg stórt skrif að fara með 2 töskur og Yngvi þekkir nú líka Við fórum út heldur bara í sama mánuði Já, við fórum út á söpum tíma Ég tók 2010, ég tók 2 drjóla með mér sko þannig að ég var svona smá backup En já, ég fer út tvítur og klára þarna rétt nýlega orðin 25 ára Já, eitt hérna á því að ég hef aldrei getað sett mig inn í námi kýrópraktor eða praktík, þetta er náttúrulega væntanlega mjög verklegt og svo hérna bóklegt upp á líkamann og það að gera færðu einhvern tímann svona primary business hana, fáið eitthvað svona á reka rekstur eða Já, það var gert mjög vel í þessum skóla Ok, þannig að þú varst alveg að taka eins og maður myndi bara segja viðskipta áfanga Já, þeir eru með bara ég held ég á hverjum fjórðungi sem er einhver business áfangi sem er yfir bara mjög lítill hann er annarkvort helgar, þjappaður saman eða einn heill dagur eitthvað leys og þannig já, það er þannig og það er meira það í lokin að því að vera að preppa sko að því Bandaríkjum en ég tók líka landsprófin í Bandaríkjum það er 4 landspróf til að fá að vinna sem kýrópraktor og ég tók þau líka að því ég vann í Bandaríkjum þannig ég með þau leyfi í rauninni En af hverju 4, sorry? Þetta er bara skipt í 4 hluta fyrstu 2 hlutanir eru basically svona ég held að allan að fyrstu hlutin sé bara universal yfir alla bara heilbrigðisstarfsmenn þetta er bara anatómiðan og basic bóklega stöfi svo breytist það eins eftir hvort þú tannlæknir, læknir, sjúkrafræðingur En hefur þú getað komist upp með að vera bara með 2 og 4 landspróf? Nei, þú verður að klára þessi 4 þetta 3 og 4 eru meira verkleg þannig að
það þú veist, það sem ég kláraði en það nefnilega ástæðan fyrir að business-áfanginu í skólanum að því að þú veist Bandaríkjunum leiður búminámið og búið með þessi landspróf þá mátt þú bara opna þín eigin stofu þú ert bara certified já, þú getur bara fara og gert það sem þannig að það er verið að preppa þig fyrir það í rauninni Áhugavert, en þú veist heldur þetta hafi kveikt einhvern meiri áhuga hjá þér með businessin að taka þess áfanga eða var þetta bara sko nei því að þú ert orðin svo mikill markaskall í dag þú veist, maður sér það bara, þú veist, það er svo mikill fókus og bara því að þekkja þig en þú veist, þetta er ekkert sem fæðist, þetta verður bara svona natural þegar þú ert komin á stað eða? Já, ég held það sko, ég held að áhugin á bara því að reka fyrirtæki kemur bara meira og meira og hefur bara vaxið hjá mér hann var ekki kannski þarna í þessum business áfengum á sínum tíma þegar ég er 23-4 ára þá var maður kannski ekki svona rosalega fókusur á að læra businessin eða ég bara man ekki allan eftir því en þú veist, með tímanum þá já, sérstaklega eftir ég byrjaði að vinna á þessari stofu í Birmingham í Alabama og þá og var þar í 2 ár þar, þú veist, fekk ég meira af þessu það var eiginlega ekki fyrir en ég útskrifaðist sem ég fekk bara svona einlægan áhuga á því með reksturinn sko. Og hvað þyrfti til og hvað maður þarf að gera og þú veist Já, akkurat. Geggjað, heyrðu, ok, þá veitum við já, svo, úti, vinn úti, en hvað kemur til? Af hverju tekur bara 2 ár úti? Af hverju ekki ennþá úti? Fegstu bara nóg, vildur þú koma heim eða? Já, ég var Birmingham ekki fyrir alla, sko, ég get alveg vota fyrir það. Nei, og svo þetta líka bara, þú veist, þarna, ég að vera 27 ára, þú veist, mér fannst bara að vera komin góð tími, ég búin að vera þarna úti í 7 ár, í rauninni kemur 2020 á hausti kem heim 2017 á hausti, ég búin í 7 ár í Bandaríkjunum mér fannst bara komin tími á að koma heim og veist, það líka getur verið erfitt þegar þú átt bara vini sem eru vinnufélagið þínir basically í einhverju borg sem þú veist í rauninni bara þannig sé kannski erfitt þegar þú ert á vinnumarkað að eignast vini og bara þannig ég var bara mikið ég var mikið að vinna sem ég elska því að þú veist fókusin var að þú veist vinna 60-70 tíma vikur bara því ég hafði þú veist möguleika náði, það var enginn sem kallaði á mig eða, þú veist, ég þurfti ekki að vera einstað fyrir neitt bara, þannig ég setti ótrúlega mikinn tíma í að læra þarna þessum kafla og var þarlegandi, þú veist, fannst mér tilbúin að koma heim bara og gera hlutina sem ég vildi gera Ok, ekki Svo, kemur til Íslands joinar þarna Gumma þar í 2 ár, eða ekki? Og opna svo stofu. Já. Ég vildi samt grípa eitt bolta frá því áðan þegar Iddi greip fram í fyrir mig. Sorry, ég ætla ekki að gera það. Ég er að reyna að hætta. Bara rökrétt, en Ég er semst að reyna að hætta. Þú talar áðan sko orðspor og hversu, þú veist, svona í líkingu í þessu samhengi að vera með stofu versus bara þitt eigið personal brand í kýrópraktík. Hversu miklu máli skiptir það? Þú ert náttúrulega búin að vera mikið á samfélagsmiðlum, Gummi Kíró, auðvitað bara Gummi Kíró. Er þetta ekki dálítið svona einstaklingsbrand? Sko já og nei, þú veist, ég held að sé bara eins og með margt í svona þjónustu, margir verða og vanafastir á að halda áfram að fara til einhver sem mann líka vel við, hvort sem það er tannlæknir eða heimilislæknir eða bara hver sem það er í svona þjónustu eða í hárgreiðslu til dæmis menn eru mjög vanafastu með það líka eða fólk almennt þannig ég held sko líka bara að fólk fái að vita hver þú ert og kynnast þér mér finnst það líka bara mikilvægt þannig jú, maður er svona smá persónulega líka sitt brand að því fólk fíla mann eða eitthvað þannig en það er líka samt bara að vera partur af heildinni eins og stofin hjá okkur veist, að vera partur af Líf Kíró er líka ákveð brand en þetta er bara þannig að til þess að koma sér á framfæri þá þarf maður líka að vera sýnilegur og fólk þarf að vita að manni til þess að það sé þessi möguleiki af því að þú veist, það er bara eitthvað sem ítir undir það að vera á top of mind eða þú veist að fólk hugsi timman sem þau þurfa að halda skilur En það er mitt annað, segjum bara Arnar sé að útskrifast sem kýrópraktor, kemur til ykkar Er bara eitthvað prógram sem tekur við að þú sest bara niður með honum, segir bara, heyrðu, nú ert þú Arnar Kíró, nú gerum við Instagram síðu, þú ert að gera myndbönd, þú veist, hvernig er þetta? Ertu að hjálpa þeim að byggja sig upp? Já, ég veist, alveg að einhver leiti, sko, en þú veist, það er engin skylda að fara út í því að vera á Instagram eða eitthvað þannig, þú veist, það er bara leið til þess að koma þínum skilaboðum eða þér á framfæri, hvort sem þú gerir það þannig að setja upp fyrirlestra eða
þú veist, ferð á TikTok eða, þú veist, það alveg sama, bara ég vil frekar að þú veist, það allir kýróprátar hjá okkur eru með einhvern svona ákveðna leið sem vilja fókusa á, sumir vilja skrifa blogg, sumir vilja taka vídeo, sumir vilja fara og halda fyrirlestra, þú veist, það er bara misjafnt, en þú veist, ég held að sé bara mikilvægt í öllu svona, þú veist, þú ert með einhver svona fundamental leið í að koma á framfæri í svona greina, þú veist, þú færð ekki í kýrópraktík automatist bara fólk inn bara út af engu, nei, fólk þarf annarkvort að vita að þeir að þekkja eitthvað til eða, þú veist, eða við fáum sem við erum líka bara stöndum okkur mjög vel í, finnst mér persónulega þú veist, bara orðsporið okkar að þú veist, að gera góða vinnu að fólk, þjónusta fólk vel og þar alveg segir það öðrum frá sem koma, skilur með svipuð vandamál eða hvernig sem það er ekki líka bara með 3 rating inn á núna, er það ekki? Jú, sko, og einmitt það líka 3 rating inn á núna og þú veist í reviews bara, skilur almennt þannig að þú veist við gerum rosa vel, finnst mér persónulega, nú náttúrulega ef maður bæjast, skilur en að orðsporið sjáu líka það að þú sért að skila góðri vinnu og fólk sé ánægt, því að annars þú veist bara eins og allur annar business, þú veist ef þú ert með mikið af fólki sem óánægt með þína þjónustu þá er náttúrulega hægt og rólega að dvína undan rekstrinum, þannig að maður verður að halda, þú veist, bæði fólki ánægt og það sé að sjá árangur og það sjái að sé eitthvað progress. Algjörlega. En þú stekkur út í einmitt þessa djúpu lög samfélagsmiðluna fyrir 2-3 árum með það? Nei, líka, þú veist, ég man einmitt, ég hugsa, hann bara eitthvað rugglaður þegar hann komin heim og allt í hennu komið Vignir Kíró og Instagram Ok, leið mér að sko refreysa þetta inn á TikTok, veist, það er ekkit mikið meir en 2-3 ár. Já, myndbandsgerðin framleiðsla, þú ert bara að framleiða myndbönd. Já. Og ég einmitt ráðfærið mig við þig hérna á sínum tíma áður en ég fór með auratalið. Já, einmitt. Þannig að hérna, þú veist, ég sá bara hvað þetta var effektíft, sko. Brautryðjandi. Sko, ég hef bara gaman að því. Þú veist, mér finnst gaman að hvað maður að segja, koma einhverjum skilabóðum áleiðis og ekki endilega skilabóðum, heldur líka bara fræðslu, eitthvað sem fólk lærir af, getur nýtt sér af því að það byggir líka upp value, þú veist, eins og maður sér að það er rosa orðið mikið það í bara rekstri almennt, að þú veist, þú ert að byggja value hjá þínum viðskiptavinahóp eða potential clients eða potential customers að byggja upp, þú veist, þig sem sérfræðing eða að þú viti hvað þú tala og að gefa fólki frí ráð eitthvað er bara, eða það sem þú gerir er mjög mikilvægt til að byggja upp þetta credibility, sko þannig ég held að það er partur af því sem ég finnst skemmtilegt og ég er að færa mig bara meira út í það að vera núna meira í að gera það meira í vonandi að gera fyrirlestra og fleira það er, mér finnst það vera það sem mig langar meira að gera En tókstu einhvern tímann eftir því bara þú varst að mæla það ef eitthvað vídeóhöður fekk gott engagement, voru fleiri bókanir bara eftir eitthvað gott vídeo? Nei, sko, ég hef aldrei verið að trakka það neitt rosa mikið sjálfur en auðvitað náttúrulega, sko þú veist, það er alltaf vel bóka hjá mér og nóg að gera og mér finnst það frábært, en það þú veist, ef maður samt hættir einhverju hvort sem þetta eða eitthvað annað þá dvínar alltaf hægt og róla undan bókunum þú veist, maður verður að halda upp í ákveðnu standardaði hvað maður gerir og hvað maður að setja út til þess að þetta, þú veist, halda áfram að fá inn í rauninni, þú veist, bara að geta hjálpa fólki sem er inn í viðskiptavinni, þú veist, af því að fólk greiði mér pening fyrir þjónustuna en alltaf bara skiptimynd fyrir það að ég sé að hjálpa þeim að auka þeirra lífsgæði, skilur og mér finnst það í mínu máli, mér finnst það skemmtilegasti parturinn að heyra fólk sé ánægt og sé, þú veist eins og mér sé alveg skemmtilegast söguna þegar fólk segir, þú veist, ef ég hefði vita að ég hefði verið svona góður eftir, þú veist, þetta fá að tíma, þú veist, það hefði verið til að borga þér þetta, sem er langt umfram það sem vorum að rukka, skilur en þú veist, ef þú hugsar það, þú veist, fólk valjúar það að geta gert hluti í sín lífi, varandi sín lífsgæði, hvort sem það er að geta fara út að hlaupa eða æfa eða leika með börnum sinni eða whatever, hvað sem það er fyrir þig, það er svo mikið valjú hjá fólki, þannig ég held stundum að, þú veist, fólk sé ofta tíðum líka þegar það átt að segja því þá er það hefur tilbúið að borga mun meira fattar mig og ég áttaði mig á þessu einu sinni að þú veist þegar við Arna vorum eignast barn í fyrst skipti 2019 þá vorum við á fæðingarheimilinu í Björkinni ég var ekkert búin að spyrja út í hvað það myndi kosta
að vera þar ég var einhvern veginn búin að gera mér í hugalund að þetta er svona 100-200 skall og mér fannst bara levelega þjónustu þar bara að gera það verkum að ég var tilbúin í þann pening Björkin, hvað er Björkin, það er fæðingar heimili Engar ekki okay. sem við vorum við eignuðumst okkar að fyrsta barn þar og svo erum við seinni 2 heima en samt með aðstoð frá Björkinni en bottom line var það, þú veist, ég var búin að gera mig hugalund að ég var tilbúin að borga 100-200 skall fyrir að fá að vera þar, við vorum búin að vera næst í sólarhringa eitthvað skilur og öll þjónustu í kringu að bæði fyrir og eftir en þú veist, reikningur á 15 skall og ég var bara hérna, eru þið alveg viss vantar ekki eitthvað, fattar það mig og það er það sem mér finnst í rauninni skemmtlast við mína vinnu er það að fólk sem fær lífskeið, það endurspeglar bara það að þú veist, jú það borgar pening fyrir það en þú veist, þannig að ef ég stend mig vel í að hjálpa fólki að eiga betra líf þá líka kemur það út þá endalega reksturinn gengur betur en bottom line hjá mér er það mér finnst skemmtilegast að hjálpa fólki að liða betur hitt kemur svo bara þú veist, það er afleiðing af því að geta hjálpa fólki eitt hérna hjálpa fara langt fram úr sko væntingum og það er eitthvað sem við fókusar mikið á síðan ég kom heim og það er eitthvað sem ég lærði að vera í Suðuríkjunum, Bandaríkjunum það er svona customer service og bara hospitality í rauninni, þú veist, að hérna að fara svolítið above and beyond af, þú veist, væntingum fólks að þjónustan sé þannig að, þú veist, við erum að fylgja fólki eftir og við erum til staðar fyrir þau en þetta er bók sem ég er nýbúin að lesa sem heitir Unreasonable Hospitality geggjuð hvað þetta var og hérna, en þú veist það er líka parturinn að ég vera með reksturinn að, þú veist, fólk finni að það er, þú veist, þau skipta máli og þau skipta mig máli að því að, þú veist, ég vill að fólkinni sem er að koma til okkar sjá árangur veist, að því að það hjálpa mér ekkert að þau sjá engan árangur fattar það mig þannig ég vill af einlægni að fólk sé að sjá árangur að því að því endur degi ef þau eru ekki að sjá árangur þá dvingnar undan rekstrinum og þá mun þetta ekkert ganga skilur hvernig með þú talar að hjálpa fólki sem er ótrúlega vítt hérna, og bara annað tekur einhver svona sérstefnu í náminu ég ætla að sérhafa mig í óléttum konum eða barnalækningum eða bakmeiðslum eða, þú veist, hvernig er það og þú veist, er líf kíró í dag bara ef ég er að drepast í, ég veit ekki, mjóbakinu þá vísarum mér á þennan eða hvernig skiptist þetta eða eru kírópraktorar alltaf bara jack of all trades? Ég myndi ekki segja það sko, við spilum inn á styrkleika hvors annars á stofunni vandið þetta og það er, þú veist, og það er einnig bara þannig að, þú veist, þetta með að fyrir mig vandið konur og á meðgöngu og börn aðalega sá áhugi kom ekki fyrir ég var að vinna hann í Bandaríkjunum eins og 2 ári þá sá ég bara, þú veist, þetta á þannig stofa og ég hef alltaf einhvern veginn náð að tengjast börnum við vel, bara eins og, þú veist, bara leika við og allt þannig, bara vera, þú veist, það er einhvern veginn alltaf verið dregin dragast að mér, þú veist, að ég bara held ég til í að leika við eða gef frá mér einhver orku með það, þannig ég átti mjög auðvelt með að ná til barna, skilur, og bara þau leifðu mér að meðhandla þau en þau kannski leifðu hinnum það ekki skilur og annað, þetta er ekki sjálfgefið þegar maður á börn og er að fara til mismunandi lækna það er himinn og hafa á milli þess hvort að læknirinn grætu þau eða færi þau til að brosa eins og þú gerir sko. Þetta er ekki, ég myndi ekki taka að vísu þegar þú segir að þau hérna, fíliði sko. Og við leggjum mikið upp úr því að, veist, að það gangi allt vel fyrir sig og allir sé ánæður en þannig að sá áhugi kemur henni bara þar á undan því ætla ég að fara í íþróttamenn bara pjúra, skilur bara með hana fótboltabakgrunn þannig að áhugamálið, varandi hvaða svona sérhæfingu maður hefur, breytist aðeins og eins og segi, ég hafði bara mjög gaman af þessum hópum en í rauninni, þú veist, er þetta bara eins og með annan nám, þú læri líka grunn vandamálin eins og segir, fá takk í bakið eða, þú veist, hálsri, þú veist takk í hálsin, whatever, skilur Hvað er algengast að fólk komi? Þú veist, það er náttúrulega bara höfuðverkir mjóbaksverkir, efrabak, þú veist fólk talar vöðvabólgu ég með þetta allt maður en svo, einmitt, þú veist, það sem fólk talar á stundum vöðvabólgu, þú veist, það kemur til okkar og er svo bara betra á einhverjum örfáum tímum, þá er það ekki vöðvabólgu það er, held ég meira þá stífleiki í efrabakinu, af því leiðum að byrja að losa þá léttir á herðunum þannig að það er svona þessi vandamál en svo náttúrulega er þetta öðruvísi aðeins á konum og meðgöngu og börnum sko en já, þannig að þetta er svona almennu stóðkjöris vandamál en svo er líka bara með þetta eins og annað, þú veist, það sem ég finnst mikilvægast
að fólk sé að halda sér í góðu standi bara eins og með ræktina eða hvað það að vera ekki að svona fara upp og niður með það að vera verkjaður og svo betri og þannig að þú haldið frá því að vera verkjaður akkurat. Það unni signal að hlutin orðin slæmir sko. En hérna, sorry, aftur nema að hafa verið með eitthvað meira með þetta þegar þú ert að stofna reksturinn við þekkjum það náttúrulega og höfum farið yfir það áður hjá flestum sem að stofna fyrirtæki, kennitala hvað þú þarft að gera, reikningur og annað að stofna Chiropraktik er eitthvað eftirlit með þessu eða þarft að fá leyfi hjá einhverjum og hvernig það, ertu búin að segja upp hjá Gumma þegar þú stofnar stofuna eða hvernig var? Já, sko, þú þarft náttúrulega bara að fá leyfi fyrir opnum bara frá heilbrigðiseftirlitinu. Þannig að heilbrigðiseftirlitið er bara með yfirlitið við þína, eftirlitið við þína starfsemi. Tekur út rýmið, sko. Svo ertu náttúrulega að vera með leyfi frá landlækni til að starfa sem chiropraktor. Þannig að við getum ekki opnað okkar eigin stofu. Nei, þetta svona getur bara... hann opnað leghálsskoðun? Já, sem þú búin að pæla mikið. Það er mjög... Nei, það fær ekki í gegn. Nei, okay. Ekki með tilskilinleyfi frá landlækni. Hættu þá að nefna þetta, Arnar. Og ég held að heilbrigðiseftirlit myndi heldur ekki kúta þess aðstöðu sem þú ert að tala um. Það á kúnarnir, en það er það er. Já. En nei, þannig að þú færði gegn það og jú, við gerðum þetta þannig að þegar ég var orðin bara tilbúin að taka stökki að fara út í að opna Líf Chiro þá sagði ég Gumma það frá byrjun skilur að eins og ég sagði þegar ég byrjaði að vinna og svo líka bara leið og ég sagði við hann ok, núna er aktivlí byrjaður að leita húsnæði til þess að þetta gerist á einhverjum tímapunkti og svo ákvaðu við bara tímaramann í sameiningu hvað myndi henta bæði honum og svo mér varandi það að ég myndi sess út eða sest exita það sko. Einmitt. Og hvað þessi leit var það ekki þá sem endar í Hlíðasmára? Þú varst ekki næstar áður? Nei. Þá endaði í Hlíðasmára. Hlíðasmári er líka partur af þessu sem ég skrifaði niður hann dag sem ég kláraði öll prófin og hann tikkaði öll þau box varðandi að vera nógu stórt rými og það sem ég var að leita á jarðhæð aðgengilegt, nálægt stofnæð centrali á eða miðsvæðis fyrir höfuðborgarsvæðið in general og þetta er bara þegar þú ert að klára prófin þá skrifar í bók fram á útskrift hvað ætlar að gera, skildi ég það rétt? Nei, ég skrifaði þegar ég kláraði chiropraktornámið þá skrifaði ég hvernig ég sæi fyrir mér að hvað ég ætla að gera sem chiropraktor bæði bara sem chiropraktor og í persónulífi og bara allt sem ég tengdi bara the secret og máli er, ég verð að segja ykkur að stoppa hans við þetta því þetta er mjög áhugavert, ég tók klukkutíma í þetta og ég bara satt hann bara með ekki distraction, satt úti bara í sólinni og ég man það mjög vel en alltaf því sem ég skrifa niður hefur ræst að þessum degi og sumt að ég fari umfram væntingar, þannig að það er svo mikil einhverju kraftur eða power í því að skrifa svona hluti niður að þegar ég leit tilbaka þá er ég bara ok, wow, ég er búin að ná þessum mælstónum sem ég setti mér En ertu þá að byrja núna að huga bara næstu 10 árum eða? Já, svo núna er ég búin að revæsa eða breyta því í rauninni því að ég átti mjög erfitt að fara mjög langt fram í tíman ég vissi bara ekki alveg hvað það var en jú, ég setti niður ákveðan hluti en núna er ég stundum að bæta við inn í skilur, hvað ég vil sjá gera bæði fyrir mig persónulega og fyrir fyrirtækið Já, þegar maður var í sömu spórum útskrifast, þá skrifaði ég niður hvað þyrfti að vín fyrir veisluna hvort þetta yrði flöskuborð á biffanum eða resso þetta er alvöru metnaður og skemmtilegt þetta er örugglega fleira að taka þetta til sín að skrifa niður markmið allavega fyrir upphaf starfsferilsins fólk vanmetur það stórlega skrifa hluti niður, sjá það fyrir sér Já, einmitt, þetta var meira svona visualization að sjá fyrir mér hvernig mér langaði þetta væri bara allt saman, þannig að það voru ekki beint einhverju svona hardcore markmið þetta var bara að skrifa niður það sem mér virkilega langaði En ok, og sorry djóki í mér aftur að þessu transitioni, þú búin að segja Gumma er hérna samkomulega ykkar, eða bara í þessum bransa á milli að þú með þá bara taka kúnana með þér eða verða þeir eftir ykkur stofunar, hvernig virka það og líka, hversu langan tíma tekur að fá þessi leyfi Var þetta bara, nú er ég farin eða þurftið þú að bíða heil lengi eftir eitthvað gerðist eins og það er svo algengt þegar menn að Sko, ég þurfti raunin ekki að bíða af því að ég ákvað að taka húsnæði skilur mánuði áður en
ég ætlaði að færa mig þannig ég búin að preppa húsnæði, búin að fá úttekt og þú veist, allt svoleiðis þannig að það var ekki svo mikið ég þurfti bara úttekt á húsnæðinu frá heilbrigðiseftirlitinu og ég þurfti bara að láta minni landlækni vita að ég var að breyta starfsstöð og að svo starfsstöð væri viðurkennd af heilbrigðiseftirlitinu eða hefði staðist úttekt. Ein pæling, hvað anskotan með heilbrigðiseftirlitið að skipta sér að þessu? Er þetta bara upp á að sé ekki einhverju vessar þarna? Eða? Já, þetta einnig bara, þú veist, almennt bara öll heilbrigðisstarfsemi og þú veist, veitingastæður og fleira þurfa að fara í gegnum heilbrigðiseftirlitið bara varðandi aðstöðu á bara, þú veist, stofunni bara hvað þarf að vera til staðar og hvað er það? Bara Veistu, ég bara manna ekki, maður fær bara að lista yfir hluti og ekki bara, þú veist, hreinlæti og þú veist, og allar, þú veist, að sé ekki einhver áhætta á að eitthvað springi eða whatever en það góða við, þú veist, þetta sem var partur af þessu transitioni sem var þægilt fyrir mig er að í þessu húsnæði hafði mitt áður verið TAP sjúkraþjálfun þannig að þetta var þú veist, þeir voru búin að gefa út leyfi fyrir þetta húsnæði og allt sem var þarna þannig að þú veist, þetta var mjög þægilegt prósess fyrir mig að því það var búið að gera svona þannig sem húsnæði standbært fyrir þetta okay. Þeir eru með sömu kröfur fyrir sjúkrahúsinu og okkur skilur komið húsið ég heyri að við erum á leiðinni út í reksturinn hérna. og þá verðum við auðvitað að koma að samstarfsaðilum eins og til dæmis Creditinfo rétt og Yngvi, ertu búin að vera í fréttaleitinni, ertu búin að skrá nafnið þitt inn þar? Nei, en ég setti Líf Kíró þarna inn og það er ekkert nema góða fréttir það er ekkert nema góða fréttir þar og náttúrulega hluta fjölmiðlavaktinni, þú getur vaktað allt sem er sagt já, fjölmiðlavaktin segi ekki fréttavaktin það eru fréttavaktin? Þú veist hvað ég meina Nei, og fleira gott, en ég meina eins og fyrir þinn rekstur, þú ert nú örgulega ekkert með mikið af viðskiptamönnum sem að þú þarft að vakta það upp á að sé nei, þetta er náttúrulega bara staðgreiðslu viðskipti B2C en ég myndi kynna með Creditinfo í þinn stöðu ef að þú ferð út í eitthvað meira brask Já, bara þegar þú ert komið með merki brandis og Líf Kíró að sjá hvort það sé ekki örgulega verið að fjalla vel um það og lánshæfismati svo er lánshæfismati þetta líka hann lítur að vera með þrjusur lánshæfismat Já, ég trú ekki öðru Herðu, við þökkum Creditinfo fyrir þetta Herðu, Síminn Pay, Yngvi, þú varst nú að koma með frábært dæmi sko, það þarf að hafa heimil á einu starfsmann Líf Kíró Steinar Aron Kíró-prata, alltaf þegar ég spyr hann í hverju sér hefur þú þið? Segja hann, gellum Þú mátt nú ekki vera Nei, ég er að tjóka Jú upp á mannin Nei, þetta var pjúra líf En hérna, þú veist, við vorum með að fara yfir að sko með Síminn Pay út af því að þú ert núna með starfsmenn og ef þeir eru að fara í einhver ferðalög og annað og taka reikninga þá þarf að koma með það í bókhaldi og láta einhvern bókar að fá eða þig eða að prúfa Með Síminn Pay þá getur þú bara búið til virtual kort á hvert starfsmann með heimild og tímastýrt í þannig að þú veist, ef að vinnutímin er bara 8-4 þá er viðkomandi ekki að fara að eyða pening eftir 4 á þessu korti til dæmis Það er hrikalega sniðut Hann get ekki greinilega að fara að hafa heimil á Steinar Ég veit það, þannig að ég tók hann sérstaklega sem dæmi Þetta er bráðsniðulaust fyrir alla sem eru í fyrirtækjarekstri Já, og með svona vitlýsinga á virkun og vaktin Með vitlýsinga á vakt Þannig að þið tjekkja á Síminn Pay Ég er að tjóka, Steinar er mjög flottur Mjög góð drengur Hann á inni bullið, ég þurfti að búa með honum og ég átti inni smá hefnd á hann Þökkum Síminn Pay kærlega fyrir og þá höldum við áfram Nú erum við komin út í svona reksturinn aðeins Já, ok, og það var þessi spurning á hann Máttu taka kúnana með þér eða er eitthvað svona silent eða er það bara þannig að það kemur bókum fyrir Vigni það segir bara Vignir er hættur að þá bara hafa þau upp á þér og fara á nýju stofuna eða Sko ég held að sé bara misjamt, þú veist, þegar maður gerir þetta eins og ég gerir þetta, þú veist, það sem ég var bara búin að leggja þetta borðið og láta hann vita, það var þetta mjög bara þægilegt transition, þú veist, það var, þú veist, ég spurði mér þess að hann bara, ok, þú veist, á ég að halda hérna bara, að ég ekki segja neitt til fólki sem er að koma til mín, þú veist, á ég bara síðan að fara einn daginn og vera að koma eitthvað annað, eða á ég bara segja mér, ég er að fara að flytja, þú ræði hvernig þú gerir þetta, skilur, og það var basically bara það sem við gerum, við bara létum fólk vita, hey, ég er að fara, þú veist, opna stofu frá með febrúar sem er í Kópavogi og fólk bara vissi þá af því þú veist, það var ekkert eitthvað endla þú átt að fylgja mér eða eitthvað þannig við settum það ekki upp þannig og það var alveg en oft á tíðum er það þannig eins og með þetta eins og annað, þú veist, þið þekkja að þið eldið oft einhvern sem ykkur líka vel við sem er að veita ykkur einhverja þjónustu sama kannski hvar viðkomandi staðstættur en þú veist, þannig að þú veist, það komu mjög margir áfram til mín sem hefði verið hjá mér áður og þú veist að því að bara
fólk vildi það en svo líka sömur sem urðu eftir vildu vera áfram að þeir höfðu verið að sjá mig og Gumma bara til skiptis eða voru meira að koma kannski út af staðsynningun að henda þeim betur út að vinnu eitthvað svoleiðis en þetta var gert í bara mjög mesta bróðurni já, í rauninni sko, bara algjörlega og þeir eru komið með húsnæðið þú veist, hvernig kerur þetta gang? Já. Það bara í gegnum núna? Eða, er ekki árið 2019 þarna? Sko, nei, árið 2020 mánuð fyrir COVID já, emitt, það er það sem ég var að reyna að veið upp úr þér þetta er bara, þú opnar bara í miðja hringiðu COVID já, við opnum 3. februar 2020 þannig við erum búin að vera starfandi í einhverja 6-7 vikur þegar allt fer bara í lás sko sem er ekki ideal þegar maður opna rekstur en þú veist að góða við það samt varandi mig persónulega og þetta fyrirtæki er að við stofnum það og gerðum það þannig að við keiftum alltaf allt sem við áttum við byrjuðum ekki á að koma okkur í einhverja skuldir eða eitthvað þannig að við vorum ekki með þetta ákvílandi þannig að bara allt inn að hættu tekjunar að koma inn í rauninni en þú veist við áttum allt sem var þannig að það var ekki að býta okkur sko en á sama tíma þú veist þá bara já erum við að opna hann í byrjun 2020 en leigan náttúrulega lítur að hafa byttið sko já gerðu það alveg í rauninni sko en þú veist á sama tíma samt þegar maður gæti að opna aftur þá var mjög mikið að gera aftur og hafði verið mjög mikið að gera fyrir og ég með lágan hérna hvað maður að segja fastan kostnað já ég náða, þú veist, var bara með það mjög lágt að ég var líka bara að byrja sjálfur ég byrjaði bara með Ertu bara einn á þessum tíma? Það var ég og ég með manneski í móttöku og svo var ég með einn verktaka sem kom inn bara leið og ég opnaði hérna í februar sem heitir Hrefna, æðislegu kýraprótur og þannig að við vorum í rauninni 2 tekjuskapandi þarna í smá tíma áður en það skellar á og svo þetta bara hægðir og læðir eftir hvað hérna þríeki var að opna og loka landinu já, svona svolítið hannig þú veist, eftir bara hvað líka þú veist, sumir voru þú veist, vildi ekki koma eða þú veist, hvernig sem það var og þetta reyndi maður eins og bestu getur bara náttúrulega að koma til móts við alla varandi, þú veist, líka svo náttúrulega var fjöldatakmarkun inn á stofinni þannig að við vorum, þú veist, að fólk var að bíða út í bíl og þetta er alls konar, en maður var að vinna í kringum það eins og annað sko Já, þetta hefur verið örgulega martröð þarna í það er bara nokkra daga fyrir þig að fá þessar fréttir bara það var allavega ekki þetta grípa til fjárnýtinga af öllum tímapunktum akkurat þarna þegar þú ert að opna sko Já, og það var í rauninni bara, þú veist, en samt bara, þú veist, kom út allt í lagi þannig séð, þú veist, bara, já til bjargi ykkur Þetta var aldrei tvísýnt einhvern veginn að þú veist varstu einhvern tíma bara, herru, ég geti þurft að loka Nei, ég var aldrei þar ég eins og ég sagði, ég fór inn í þetta þannig að, þú veist, átti fyrir öllu og ég var ekki að sprengja skalina og kaupa ótrúlega fancy búnað strax sem betur fyrir var ég ekki búnað, þú veist, gera það ég ætlaði að láta það gerast náttúrulega þannig ég held að það hafi verið stærsti parturinn að því ég var frekar rólegur er að því við vorum ekki með neitt ákvílandi eða neina skuldir eða neitt útistandandi sem ég þurfti að gera upp sko. Getur aðeins lýst í fyrir okkur og þegar þú segir dýran búnað er þetta ekki alltaf bara bekkur eða? Hvað er svona, nú er ég að móka einhvern? Ja, nei, alls ekki að móka neitt. Ég meina, þú veist, eitt svona bekkur eins og við vinnum með eða sem við erum með í þessum 4 herbyggum sem við erum með er alveg 1,3 og 1,5 til landsins og það er einnig bara en það, þú getur alveg fengið ódýrari bekki þú veist, þetta er líka bara þú veist hvaða vinnutæki viltu vinna við, þú veist, ég vil geta hækka og lækka bekkin, það er ákveðin funksjón í bekkinu sem ég vil hafa og þess vegna kostar það meira, þú getur líka fengið bekk sem er, þú veist, kannski bara 500 skall eða eitthvað, til landsins eða 600, en hann kannski hækkar ekki og lækkar og er ekki meinun að fítusa sem þú vilt kannski hafa þannig ég bara, þú veist, við erum með 4 bekki sem eru svona, við hefum ekki keypt alla einu, við byrjum á einum og svo er það bara bæst við en það er dýrasti búnaðurinn per se hjá okkur allan Já. Það er bekkurinn sjálfur Hvað er svona þinn uppáhaldsfunksjón í þessu? Það er bara hækka og lækka sko. og já, það er eiginlega ekkert flóknar en það sko, en Ég sá eitthvað á strifin, ég var að sína hún skrippborun hérna og það hækka og lækka mjög sáttur Svona kýr og vænborð Fyrir mig, ég stend allan daginn og er að beygja mig við fólk og vinna líkamlega vinnu, skilur þannig að þá er mjög mikilvægt að geta hækka fólk upp svo ég þurfi ekki að bágra í bakkinu allan daginn það tekur mig 2-3 sekundur en ég er stanslaust að hækka og lækka bakkina til þess að þú veist, ég þurfi ekki að
beita mér einhvern veginn aðstæðanlega þannig að ég líka hugsa fyrir mig long term þá meira value því að kaupa back núna á 1-1,5 til landsins heldur en að vera orðin sjálfur slæmur á stórkjörsvandum því ég er búin að standa og beigja munni fólki í 10-15 ár down the line þannig ég vil geta endast í þessum bransa skilur en erum við þá að tala sko, eins og með stoppkostnaðin að þá eru þessi bekkir svo þurfti þú náttúrulega að skvera húsnæðin það ekki mála og eitthvað eða það á leigusalunum? Nei, ég bara manna ekki núna það var örgla tekið einhvern veginn að skila þessu einhver ákveðin standið sko. Já, og svo hvað heitir þetta, móttökuborðið? Það lítur nú að kosta, 500.000, aðra milljón? Nei, nefnilega ekki sko, ég var held ég bara mjög heppinn með það, ég sá það auglýst bara gefins frá fólki hann með að bjarga sér og þau pabbi stráksins eða mannsinn sem átti þetta kom bara með þetta strax að því að pappan sem með sendinga fyrirtæki minnum mig og þau kom bara með þetta samdægur svo ég fekk alla ég þurfti bara að setja klæðningu á það og pabbi minn síðan smíðaði botnundar og bróður minn og heldur gott það var rauninni bara heppilegt sko held ég Ok, frábært, þannig að þetta ekkert eitthvað rosalega stoppkostnaður en svo náttúrulega þessi leiguskuldbindning sem þú tekur á þig inn í COVID búin að heyra það, þið bjargið ykkur vel í COVID hvenær byrjar þetta síðan? Ég meina, hvað með marga starfsmenn í dag? 5? Við erum 6 gírabráttar með mér eins og stanni núna og svo Erna framkvæmdastjóri og Kristín í móttöku Þannig að þeir eru þá hvað, 7? Við erum 8 8 með þér? Með mér Þannig að þú átt yfirmann Já. Þú ert ekki framkvæmdastjóri eða hefur verið framkvæmdastjóri? Já, í rauninni sko en ég hef hortað á þannig að mér finnst meira virði í því að hún sé framkvæmdastjóri og hún sinni því mjög vel og þú veist að það sé að ég sé með eitthvað accountability líka og það partur af svona ferli sem við höfum verið í núna undanfarin 2 ári að byggja upp fyrirtækið sem ákveðin struktúr þannig að ég sé ekki þú veist, það sé ekki dependent á því að ég vinni alltaf vinna eða sé all in og það hefur verið partur af því að fara inn í eitthvað sem heitir EOS eða Entrepreneurial Operating System sem kallast EOS sem bara worldwide bara svona business system operating system sem við höfum verið partur af núna í 2 ár og það bara eitthvað sem við erum búin að setja þó við sem lítið fyrirtæki þá erum við ábyrgðarrit yfir hvaða stöðu hver með við erum með mjög skýra stefnu hvað við viljum, hvað gildi við höfum allt þetta og það hefur verið partur af því að gera Erna byrjar sem starfsmaður í móttöku á sínum tíma og hefur vaxið upp í það að vera framkvæmdastjóri núna ég held við ákveðið það bara síðast ára einhvern tímann og mér hefur fundist það mjög mikilvægt að vera með það upp á framtíðarsýn og bara að hlutinu tikki eins og að gera sko. Þetta EOS dæmi, var það ekki, það einhver ráðgjafi sem að þú ert bara að hitta reglulega og þetta bara einhver ákveðin hugmyndafræði með uppbyggingu á hvernig lýsir það sér? Strúktúr Já, þetta bara Er þetta algengt eða? Þetta mjög algengt sko, út í heimi þetta svona tiltölulega nýtt á nálinni á Íslandi hann með þetta, hann heitir Bjarki og með heimasíðu sem heitir bravo.is og þú veist, við erum örgulega minnstætt fyrirtæki, ég veit allan til þess að hann búin að vera með Skeljung, S.A.A. Hvítahúsið, DK Hugbúnar þetta allt fyrirtæki eða koncept sem eru miklu stærri en Líf Kíró en við höfum samt verið partur af þessu núna í 2 ár og þetta er ástæðan fyrir því að mér finnst reksturinn ganga vel og mallar af því að við erum búin að gera svo mikla grunnvinnu í því að hugsa við séum stórt fyrirtæki og akta þannig að við erum með skýra ferla yfir hvernig við gerum hlutina og við erum með skýr hvað maður segja ról fyrir hvern og einn hvað þú gerir þannig núna er það þannig að já, hún er framkvæmdastjóri þannig að hún hefur töluvert vald þess að gera hluti en auðvitað ræði við alltaf mikið saman bara allt sko. En hver er þá þinn titill? Ertu bara titlaði sem almenni kírópraktor eða ertu operations manager þá á móti henni eða? Já, sko við höfum utan að vera founder and owner? Já, sko ég er unni bara þar í ábyrgðartjartin okkar skilur við bara ég er svona Já, eigandi og það sem kallast visionary eða bara frumkvöðl eða bara hugsuður
að pæla hvert brandi fer og hvernig við gerum það, koma með hugmyndum með það, en svo ég líka í rauninni bara chiropraktor, skilur og það í rauninni það sem ég að gera núna er að skipta mér í vinnu, þannig að ég vinn ekki alla daga sem chiropraktor, heldur ég líka að sinna því að vera hugsaður og pæla í hvert við erum að stefna og sinna því líka. Og hvernig lítur svo vegferð út? Máttu segja okkur eitthvað hvað svona á döfunni? Hvað séu þið fyrir? Eru þið bara að fara að opna location alls staðar út á landið eða verður þetta orðið lífsjúkraþjálfun líka, bara svona hvert þið að fara? Já, við erum bara með mjög skýra stefnu. Við náttúrulega opnum Líf Kíró stofu á Selfossi, nýja miðbænum á Selfossi í Brúarstræti og það var partur af einhverju sem við sáum fyrir okkur. Við opnum það í mars í fyrra, þannig að það er búið rúmt ár og það var partur af sýnin okkar frá því fyrir 2 árum að fara í það og við erum að ég held alveg nokkuð örugglega fyrsta chiropraktorstofan á Íslandi sem opnar annar location sem opið á virkum dögum, það er bara fully functional bara stofa utan Reykjavík og það er það er eitthvað sem ég sá fyrir mér og það er bara mjög skemmtilegt að kýla á það og gera það en það hefði ekki verið nema fyrir þessa vegferð að við vorum búin að henda hugmyndunum niður og sjá bara við erum með skýr markmið ár fram í tíman 3 ár fram í tíman, 10 ár fram í tíman og við erum búin að lista alveg niður hvernig það virkar innan EOS-kerfisins og EOS er líka, þetta er founderin er Gino Wickman sem eru bækur eins og Get a Grip, Traction Rocket Fuel Process sem er eiginlega uppáhaldsbókin mín bara upp á það að fyrirtæki sé með ákveðna ferla þannig að allir í fyrirtækinu viti hvað hver og einn á að gera, hvað þú getur ætlast til einhverjum öðrum og hvenær þitt handoff er, hvenær þú ert komin út fyrir þinn ramma og hvenær þú ert að láta einhvern annan vita þau að taka við og þessa bækur hafa líka bara hjálpað mér mjög mikið með það að átta mig á hvernig ég vil skapa þetta brandi að hvernig við viljum vinna það Fyrst við erum komin einmitt út í þessar umræður því að við veltum því fyrir okkur í þættinum með hvort að chiropraktorar væru að hvernig er mótilið, tekjumótilið í rauninni þeirra versus fyrirtækið, eru þeir að leigja back eða eru þeir bara á launaskrá? Já, algengasta formatið í þessu hefur verið hérna í svona hvað maður að segja, þú ert í rauninni verktaki en líka bara launþegi eða starfsmaður, það er bara misjafnt, það fer svolítið eftir hvernig samkomulagi er bara sett upp og hvað hendar við sjáum þetta í öðrum greinum líka eins og bara, hvað maður að segja, sjúkrahúsinu og bara öllu þessu sambarlega það er misjafnt hvort að heilbrigðisstarfsmenn séu einmitt að vinna í verktöku inn á einhverju stofu eða einhverju brandi eða eru bara í launþegastarfi og stundum er það náttúrulega bara eins og öðrum vinnum mögulega árangurstengt og fleira en það hefur svona verið bara helst að formati í þessu sko. Já, einmitt Já, sko það er annað sem ég langaði að koma líka inn á sem er kannski ótengt þessu en það er með verðið á bara tímanum við veltum þessu líka fyrir okkur og við veltum því fyrir okkur sko verðið er eiginlega búið að standa í stað ég sá hvað verðskrá endur komið tími 6.000 kall gott eða það hefði ekki verið bara svipað 2017 eða eitthvað er ég að ruggla þar? Við vorum svona 5-6, þú veist hvernig ég var að hugsa 5 og 9 eða 4 og 9 og svo fór það upp Já, það var held ég sko 2017 örglega verið 4 og 5 frekar með minnum það svona hafi verið verið með minnum það hafi verið verið þá sko það var einhverstur undir 5.000 kall menn voru síðan hrættir líka náttúrulega við að brjóta 5.000 krónar múrin á sín tíma en já, þannig að þetta hefur náttúrulega aðeins hækka bara eins og annað en á sama tíma líka er maður náttúrulega að vilja veita þjónustu og maður vilji vera þú vilt stilla verðinu þannig að þetta er reasonable verð og þetta er núna eins og staðan í dag í 6 og 1 hjá okkur og sem er held ég svona nokkuð neginn svona ég veit ekki alveg hvar við erum á skalanum vandi aðrar stofur, hvort við erum ofalega neðalega en ég held tekur ekki DFF samanburður reglulega á okkur svona já hér er dýrasta chiropraktorstofa landsins við vorum með eitthvað svona
í þættinum hjá okkur voru það við, en hérna með þetta og þú segir markaðurinn og það, hvernig er þessi markaður? Er bara bilu samkeppni eða er hann að stækka þannig að það er innistæða fyrir, manni finnst vera svo margir nýjir kýrópraktorar að koma inn hvernig sérðu það fyrir þið núna á næstunni? Sko, ég horfi alltaf á þetta bara þannig að því fleiri kýrópraktorar sem við fáum því aðgengilegri verður þjónusta til kýrópraktors fyrir alla á Íslandi og það stækkar henni bara heildarpúlíuna af fólki sem er að nýta sér þjónusta. Það er að aukast rosalega mikið og hefur að aukast sem ég kom heim til Íslands að fólk er að sækja í þjónustu kýrópraktora almennt af því að fólk er farið að vera miklu meira heilsu þengjandi halda sér við, líða vel vera með þessi lífskeið að geta gert hluti þið sjáu það líka bara hvað fólk pælir í mataræði, hreyfingu og fleira og þetta er bara liður í því líka bara tennunar á sig, skilur, tannlæknir allt þetta þannig að við erum að sjá í rauninni bara að mér finnst bara frábært að við sjáum á fleiri kýrópraktora að þá eykst í rauninni bara hvað maður að segja, aðgengið fyrir alla og það er jú, vissulega bara samkeppni er góð en mér finnst þetta meira að vera bara sko ekki ég er ekki að horfa í þau hvað hinn er að gera að samkeppni við hinna ég er að fókusera mig á það sem við erum að gera og gera það vel að því að ég myndi líka vilja sjá að og það er alveg þannig að maður sér fullt frá öðrum kýrópraktórstofum sem eru líka að gera frábæra hluti og mér finnst það geggjað þá veistu að fólk er að fá góða þjónustu og góðan árangur þannig að heildar hvað maður að segja heildar áhugi fólks á kýrópraktor og að sækja sér þjónustu eykst af því við sjáum að líka bara stundum fólk koma kannski á maka eða eitthvað sem er að fara á aðra stofu af því að það henda þeim betur af því þau vinna niður í bæ að fara kýrópraktornum sem er þar heldur hann að koma hingað skilur inn í hlýðasmára Er þetta ekki geðveitt location eða? Jó, þetta er miðbærinn í Kópavogi Já, sko talandi location miðbærinn maður Við vorum að tala Selfoss áðan, ég ætla að reyna að koma með það en Já, einhverjum apparatus Já Hvernig langar ekki að búa til app? Frá grunni Alveg frá grunni og sko í rauninni það skiptir í rauninni ekki máli þegar þú ferð til apparatus hvort að á hvað stíðu þú ert á í hugmyndavinnunni sko Getur verið alveg frá grunni gæti verið komin halva leið eða hvernig sem það er Þú getur meira sér að verið sko bara með hugmynd á blaði það er ekki einu svona komið branding eða neitt sko Ég segi bara eitt, ef þú er komin halva leið hættu bara núna að það er samband við apparatus Að þú ert að reyna þetta sjálf þá skaltu hafa samband við apparatus og það er líka gríðarlega hátt og gott þjónustustig þarna sem skiptir máli Þú vilt að þú skiptir máli skilur þú vilt þessa eftirfylgni og þá færðu hjá apparatus Skilabóðin eru, við viljum að þú vitir að þú skiptir máli Nákvæmlega Apparatus, kíkja á þetta, hugbúnaðargerð Kærlega fyrir samstarfi Appgerð frá grunni Þetta hefur verið svaka stökk að fara á Selfoss er kýrópraktor stöð í einhverjum bæ utan höfuðborgarsvæðisins út á landi? Já, sko, það er búið að gera það, sko en það var ekki, sko, kýrópraktor stofa á Selfossi það eru 2 kýrópraktorar þar en þau eru ekki með í rauninni, hvað maður segja, svona stofu þau eru með, þau eru kannski inn í einhverju annar einingu, skilur partur af heilbrigðisstofnun eða sjúkraþjálfunarstofu þess að það er hann að, það er ekki svona kýrópraktorstofa sem er bara það Hvernig hefur þetta gengið á Selfossi? Bara mjög vel, sko, við bara, þetta er bara eins og þegar við opnum hérna, það þarf alltaf að lækja ákveðna grunnvinnu til þess að hlutin gangi vel og alltaf sinna þið vel og það hefur bara verið gengið mjög vel, bara vonum framar enda líka það við erum að gera þjónustu til kýrópraktors aðgengilara fyrir fólk á Suðurlandi og það eru margir sem eru að nýta sér það líka bara, þetta sé komið í heimabyggð, þetta sé aðgengilara, það styttar að fara og þetta er ekki kannski að taka að við vorum að fá mikið af fólki frá Suðurlandi og bara Reykjanesi og alls þar að það getur ímyndar að fólk er að keyra eins og segir, kannski á Selfossi tæpan klukkutíma, 45 mínútur til þess að koma í tíma sem tekur stund og svo keyra aftur, en á sama tíma frá því þú þarft að hætta að vinna og keyra í bæinn, fá þess meðan og koma tilbaka þá ertu kannski búin að tapa sem næstu í 3 tímum í vinnu, þannig að þetta er þú ert búin að gera þetta miklu aðgengilega núna, við erum á staðnum fólk getur, þú ert 10 mínútur, 20 mínútur frá vinnu bara með að skjóta saman á Selfossi þannig að það er eitthvað sem er líka bara við erum mjög
spennt fyrir að þetta sé aðgengilara. Eitt út í kerfið og þegar ég man einhvern tímann þegar maður fyrir löngu var að dreipast í bakinu eitthvað fótboltadæmi og þá var eitthvað svona, já, farið til sjúkraþjálfara, svo þurfti maður að fá beiðni frá lækni og það einhvern veginn eins og sjúkraþjálfararnir séu inn í einhverju svona greiðslu þáttöku kerfi. Eru kýrópraktorar bara ekkert hluti að því eða? Nei, þú ert að tala með sjúkratryggingar. Já, þú veist, þetta var eitthvað svona bara, já, þú þarf að fá beiðni frá lækni til að komast til sjúkraþjálfara sem enda á því að ég fór bara til kýrópraktors og hann reddaði mér, sem var störuglega þú, sko. Já, það er Nei, þetta varst ekki þú. Ég var hjá honum í sporthúsinu þá. Já, það er töluvert lengra síðan. Já, þetta er 2014 eða 15, sko. Já, þannig að sko, það er inn í sjúkratryggingum við sem kýrópraktorar erum ekki partur af sjúkratryggingum því þá er líka, þú veist, er þetta þannig eins og með sjúkrahjálp, þú þarft að fara til læknis til að fá beiðni í þjónustuna eða beiðni í myndatöku eða eins og segir, beiðni í sjúkrahjálp. Hvað beiðna bull er þetta? Sko, núna handla að búa að vera í fréttum tölvöld upp á síðkastið að reyna að einfalda það prósess og enda líka búa að einfalda einhver leiti að þú getur farið í fyrstu 6 skiptinni á sjúkrahjálpara að þú veist bara ánæsar með beiðni, svo umfram það þarftu beiðni. Þannig að það verður að gera þetta aðeins auðveldara sem er mjög jákvæmt. Sorry, svo þarftu beiðni, ég skilst ekki. Já, en þú veist, þetta Búin að hitta einhvern 6 sinnum og svo þarftu að heyri lækni til að fá beiðni. Flestir fara ekkert oftar en 6 sinnum, sko, ég held að þú veist. Svo þekki ég það ekki alveg nákvæmlega, en þú veist, máli er að en þú veist, það er semst stéttarfélög niðurgreiða komu til kýrópraktos, það mismundi eftir stéttarfélögum hvað það er. Þannig að þú veist, það er eitthvað sem fólk nýtir sér alveg klálega. En að öðru leiti er líka bara mjög jákvæmt að sjá það veist, og heyra að veist, við erum að skapa þannig value að fólk er tilbúið að gera þetta frekar en að bíða eftir að komast að eitthvað þú veist, það er líka eins og ég segi partur á orðspónum sem við tala áðan að fólk er búið að heyra af fjölda fólki sem hefur gengið vel og með góðan árangur og líka bara öllur reviewsin og allt sem bara við erum búin að skapa og fá í rauninni frá fólki er að það, þú veist, býr til það value að fólk er tilbúið í að koma í þjónustuna og eins og ég sagði áðan, þú veist, oft á tíðum er þannig að þú veist, fólk hefði verið tilbúið mögulega að borga meira fyrir það ef það vissi að eftir x tíma þá er þetta mikið betri. Það er oft það sem við erum að sjá með stofnkerfisvandamál og fleira er að fólk er búið að vera að reyna kannski einhver aðra hluti í langan tíma, skilað kannski ekki hjá sumum jafn miklum árangri en svo gerist það á mjög skömmum tíma í okkur og það er þá að því að vandamáli var stóðkjörstengt fatt ekki hvað er að fara þannig að þú veist, þannig að það er mjög mikilvægur partur í þessu í rauninni að þú veist að með verðinni í rauninni að þú veist eitt bara sem að sitja með á þetta heimska plan til að útskýra stóðkerfi fyrir þeim sem eru þið eru til dæmis ekki að taka úrliðsvandamálum Jú líka Er það? Já, bara, er það stóðkerfið? Já, það er rauninni Ég held að það væri bara hryggsúlan Já, sko það Ég ætla ekki að taka þátt í þessu Þú ert á sama plan og ég veit það samt Við erum að tala með rauninni bara liðamót Þú veist, þú getur Þið takið að einhver Já, Er ekki stóðkerfi eða bara beinagrindin? Ég held að væri bara hryggsúlan Fólk er líka að koma út á tennisólbóa og verkjum í ökla og bara hnévandamál og við erum að hnykkja hné líka það er útlimi líka það er bara öll liðamót En hefur það aldrei komið til talsamt Þá veit fólk það, ég vissi það ekki að þessi greiðslu þáttaka hjá ríkinu, þú veist, inn í kýrópraktík Er ekki með eitthvað lobbyista? Já, hefur bara kýrópraktor félag Íslands einhvern tímann lobbýað fyrir því eða Sko, ég þekki það ekki alveg nógu vel hvernig það hefur verið, það hefur alltaf bara eins og með öðru, með annað, það er alltaf skiptar skoðanir aðeins með það, við sáum núna fyrir einhverju 1-2 árum, þá var líka svolítið umræði hjá sjúkraþjálfurum að segja, fara út úr sjúkratryggingum og það voru kosningar það og það voru skipta skoðanir þar að vera háð því að fá þessa beiðni frá lækni. Ég held að þetta sé meira hamlandi fyrir sjúkraþjálfara heldur en hitt sko. Já, og upp á ungu kynslóðin allan að gera því að Já, sko mögulega einhver leiti en á samaskapi líka náttúrulega ert að fá rosa mikið authority sem læknir gefur og segir fólki, heyrðu þetta er beiðni í sjúkrahjálpun það sem við erum hins vegar, við erum alltaf að heyra meira að vera líka það það eru læknar á okkar aldrei sem eru, þeir skrifa beiðni í sjúkrahjálpun margir hverjir læknar eru farnir líka að segja fólk bara, en ég myndi samt líka fara til kýrópraktor
þannig að við erum að fá það líka frá heilbrigðisaðilum fændast fí á einhverja lækna bara það var algjörlega það kannski vann að reyna að setja stein í götu en það er þetta á líka við hjúkrunarfræðinga og ljósmæður og barnalækna og fleira það er verið að senda því að þau hafa síðan heyrt góðu sögunar eða skilur sögur frá fólki sem hefur jákvæða reynslu og hefur þá reynslu að við hjálpum barninu þeirra eða þeim sjálfum með eitthvað vandamál á skömmum tíma sem þau höfðu ekki prófað, þeim var ekki bent kannski á að koma til kýrapróf fyrst en sjálf fóru þau að afla sér upplýsinga og ákveða að koma til okkar á eigin forsendum og það hjálpaði og þá einhvern veginn fréttist það stundum baka því þau fara kannski einhverja eftirfylgni hjá þeim heilbrigðisaðila sem voru hjá En annað upp á branding, eru hinni brandsarnir komnir að stað með þetta? Maður sé svo marga kíró, mér finnst þess að þú kannski Gummi hafi svona svolítið skapað vettvangi fyrir það. Ég sé einhvern eitthvað Dóri Sjúgró eða Gulli Tansi eða eitthvað. Já, reyndar ein með tannlækna hérna á TikTok, ég sé það. Man ekki hvað hún heitir. Bara svona almennt meira, en bara hefur þú tekið eftir, komin einhver svona rödd fyrir... Já, sko, það eru líka, aðrir bara heilbrigðisaðilar með, vettvang fyrir sitt, þau kannski skýra það ekki endla, eins og við höfum kannski gert kíró. Mælur með til að fylgjast með? Ekki í fljótu, ég bara man, eins og ég man eftir Vífus sjúkraþjálfun til dæmis, það eru 2 stelpur að sýna, oft æfingar og hluti. Það er líka eitthvað, ég man ekki meira en eitthvað svona á top of my mind, en það eru klálega, að gefa fólki ráð eða tips hvað er hægt að gera er rauninni mjög mikilvægt eins og þú er að tala með auratal, þú ert að gefa fólki upplýsingar sem fræðir þá sem eru að pæla í þessu þannig ég held að það sé mikilvægt að gera það en það er ekki jafn mikið það í þessu að því að þú ert að fá ég held að munurinn sé líka þarna þú þarf kannski ekki jafn mikið að hafa fyrir því að koma á framfæri af því að þú ert með þessa beiðni sem bara stakkast upp hjá þér og þú ert með marga mánaða biðlista og þú ert partur af einhverju systemi sem segir held ég nú bara það sem ég held með skilslu þannig að þú hefur eitthvað x sem þú mátt vinna eða sjá af fólki á dag fattur mig, þannig að þú ert partur af einhverju ramma þú veist, varandi beiðninar þannig er öðru þessi, hvað maður segja leikvellur, eða skiljúst, þetta er annað dæmi, en þú ert í rauninni mjög consistently með fólk í tímhjóra, þú ert með langa biðlista og þú ert með þetta sem er að senda á þig constantly, það er enginn sem sendir á mig constantly bara í magnbeðnum, fattar það mig ég reyndi það á tímabili en það var enginn það er ekki sami hvati, þú veist nei, þetta er meira orðið þannig eins og ég sagði á hann, það er verið að skrifa upp á beðni, en það getur gert innan þessa ramma sem þú hefur til að vinna eftir en svo er oft verið að segja fólk en ég mæli saman með því að því að þetta er stofgjörðistengt eða þetta er höfuverk eða whatever farðu til kýraprófs emitt Vilkilega ofta tíðið með fólk að koma með sjúkraþjálfunarbeðni til okkar skilur og ég bara það þarf ekki skilur en til að draga og aftur inn í reksturinn rekstrarmaðurinn Vignir eða Erna framkvæmdastjóri hvað horfið þið á month to month, day to day er það fjöldi bókana, er það fjöldi kunna er það velta fjöldi áhorfa nei sko, ég pæli ekki í áhorfum sem slíkum sko en við erum að trakka, við erum eins og segið partur af þessi EOS dæmi er að simplifya businessin mjög ítalega þannig að við vitir hvað þú ert að gera og það er eins og þú segið, það eru ársfjórðungsfundir þar sem förum við liðin ársfjórðung hvernig við plönum næsta horfum framtíðina, við erum með vikulega fundi þannig að við erum búin að brjóta niður öll þessi markmið sem við erum með eða hvert við sjáum okkur stefna 1, 3, 10 ár það er búið að brjóta það allt niður í þannig að hvert ár fyrir sig tökum við annual review og plönum næsta þannig að hver vika er síðan með einhvern milestone, eitthvað pínlítið task sem þú ert að klára í þeirri viku sem svo tikkar í long term fjórðunginn og árið til þess að ná ársmarkmiðum þannig við höfum verið núna í 2 ár með vikulega fundi sem ég og Erna setjum niður og við ræðum purely bara reksturinn förum yfir bara data sem við erum að trakka ákveðin metrics hjá okkur sem er bæði bara
bæði komur, hvað eru að fá hann mikið að nýjum, hvað eru, og hvernig það halda sem milli vikna, hver eru tekin komunar, skilur, þannig að við erum fann að sjá núna, við erum komið 2 ár af gagnamagni það bara hvernig við sjáum hvernig árið yfirleitt hjá okkur, hvenær meira að gera yfirleitt, hvenær kannski aðeins minna eins og núna erum við þetta í júlí skilur, það yfirleitt svona aðeins minna að gera, fólk mikið í burtu og flakki og allt þetta þannig að við gerum það vikulega að fara yfir rekstratölur sem við erum að trakka sem við fyllum inn í þetta system, en svo erum við líka bara að fara yfir öll þau issue eða to-dos eða hvað við þurfum að gera og ákveða hvort að það sé partur af þeirri vegferð sem við erum að fara, skilur, það í þeirri línu á það sem við erum að stefna á þessum ársfjórðungi eða þessu ári og það verður að passa inn í það líka. Getur þú skúpað einhverju markmið sem það er búin að ná þetta ár? Ég er að segja það við þurfum að stoppa núna Já, það er svo heila kveli í vigni sé eins og Business Central þetta er svo skýr yfirsýn yfir árangurinn. Ég hef bara aldrei vitað hana þess. Nei, og þetta er akkurat það sem Origo er að sérhæfa sig með Business Central. Þú gefur fyrirtækjunum fulla yfirsýn, skínu, hvar sem er, hvenær sem er. Þetta er samþætting á milli kerfa, sjálfvirkni, lagar. Það er pottitt einhverjir heildsalar, ætlaði þú ekki að segja velhorni heildsalar, ég ætla bara að segja heildsalar sem að nota Business Central. Það heldur öll í trakki. Þannig að starfsmenn Origo, sérfræðingar í þessu heilin á vigni er Business Central, þannig að þið sjáu samþættinguna þarna milli, en allavega fara inn á origo.is og þið getur fundið fullt af viðbótarlausnum sem auka virknina þannig að þetta er sérsniðið að ykkur þurfum það er bara líkil punktur hana bara eins og heila guðlið. Já, takk fyrir. Það er svo þessa viku, hvað var markmið? Nei, sko, við erum með töluleg markmið varandi. Þetta eru töluleg markmið? Já, við erum með töluleg markmið bara hvað við viljum, bara hvað við sjáum fyrir okkur vaksa í hverjir viku, hvað viljum sjá á viku, hvað eru mánuði, hvernig það eru ársfjórðungi, hvernig það eru ári og núna vorum við með annan ársfjórðungsfund bara núna í síðustu viku og það er þar erum við að ná að hitta öll okkar markmið og það er að skemmtilega vitaðurinn að þetta gerir þetta miklu meira doable að við erum búin að fara í krifja businessin í einhverja 3 daga með Bjarka þarna í byrjun til að ákveða hver okkar sýn hvað við stöndum fyrir og hvert við stefnum þannig að núna er þetta bara alveg svona svolítið eins og smurvél, við erum alltaf að tikka í rétt átt með þetta þannig að það er ekkert mikið fluctuation í rekstri eins og núna ég búin að vera í orlofi, það heldur allt samt sínum dampi og það er einnig markmið að rekstur sé sustainable óháð því hver hverju sinni, það sé að viti allir sín verkefni og hver getur þá tekið við að einhverjum eða hvar þitt verkefni endar þannig að það er í rauninni það sem við höfum verið að gera sem hefur verið mjög valuable fyrir okkur sem rekstur þetta EOS kerfi og þessi vikulegu fundir það er vikulegu púls og það er alltaf það er mikið innbráð á því þessu að þetta er alltaf á sama degi og sama tíma þannig að það er ekkit og það er alltaf sama flæði á fundinum þannig að við erum alltaf að fara yfir öll aldrei sem við eigum að gera og horfa á sýnina og allt það þannig að það heldur mann á tonnum. Já, greinlega mikil fókus. Magna. Ég held að þetta sem meira skipulega heldur en í mörgum stórfyrirtækjum Já, og það er meðal fyrirtækjum sem ég hef verið í þetta er öðrum til fyrirmyndar myndi ég segja. En eitt sem ég glemdi, við tökum fundi á Erna, við erum með one-on-one fund þannig að við förum yfir reksturinn bara á ákvæðan sem það taka og fleira en svo erum við líka með í kjölfara af því erum við líka með það sem við náum öllum saman það sem við förum með púlsinn bara fyrir alla og þá brjótum við það niður bara individually það er fólk með mismöndi markmið fyrir sjálfa sig og mismöndi hluti sem við viljum gera við viljum að það sé samt eitthvað sem er mælanlegt þannig við getum verið að bara ekki að konfronta neitt en þetta heldur manni sjálfum á tánum maður vill ekki mæta fund og vera bara eitthvað, nei ég er ekki búin að gera það sem ég átt að gera sem hefði tekið mig 30 sekundur hefði ég bara kíkt á það, fattiði mig þannig að þetta heldur öllum þannig séð á tánum og líka að við vitum bara allir hvað hver og einn gerir viku fyrir viku. Ertu með eitthvað, ef ég má spyrja, er eitthvað hvatakerfi? Fjárhagslegt þá? Já, eða svona, já Nei, sko, við hefum ekki verið með þannig að það sé eitthvað þannig en við samt ákveðum sem hópur
að við viljum gera eitthvað skemmtilegt eftir hvers ásfjörung þó að, þú veist, segjum að það myndi ekki ganga vel, fattar það mig þá förum við samt og gerum eitthvað skemmtilegt þú veist, það er bara parturinn að vinna. Ég sé það, þið eru aktív þannig. Já, og það er eitthvað sem ég hrynji reglulega í það. Já, alveg bara, það er main fókusin. Nei, en sko aðalmáli er að, þú veist, ég vill að þetta sé runni, þú veist, það hefur líka verið sýnin í þessu, þetta sé skemmtilegt það sé, þú veist, first activity eða eitthvað sem við gerum saman, þannig við plönum eitthvað eftir hvert fjórðung svo erum við líka með ásatíðaferð sem við förum í og svo erum við líka með jólahlaupur, þú veist, þannig að það er einmitt eins og segir að lágmarki 3 mánaða fresti er við sem hópur að fara eitthvað út á stofinni og gera eitthvað saman og það hefur líka verið mjög mikilvægt, þú veist, mér finnst að þú veist, vinnan þarf að vera skemmtileg þó inn á milli líka er hún, þú veist, alvarlega eða, þú veist, hvað maður að segja mjög krefjandi businesslega séð eða bara vinnulega séð en í grunninn, þú veist, þá er gaman og það sé ánægja með það, þú veist, að við erum að gera hluti saman Þetta er greinlega, þeir eru komin vel á veg í þessum fræðum, sko Eitt hérna, 5 ár í fæinu, einrekstur hvað, á 9. ári sem kýrópraktor Já Litið við farið veg, stærstu mistökin sem þú gert sem kýró eða bara rekstrarmaður Já, bara heilræði til annara sem er að hlusta ég kannski heilræði frekar ég myndi hérna, þú veist bara í sama hvaða rekstri einhver er núna ég kynntist þessu EOS þegar ég var í Bandaríkjunum og stofinn þar það virkaði þrjusu vel fyrir þá stofu ég byrjaði ekki strax á það með líka kýró því það var ekki búið í Íslandi svo byrjaði Bjarki með þetta fyrir 2 árum ég stökk strax á það heyri í honum og eins og segja, hafa með Skeljung og svona, bara fyrirtæki sem er á bara alltaf skala heldur en við og við komum inn og hann held ég jafnvel örgla bara að ég væri eitthvað sem á að djóka bara, þú veist, bara 4 manna fyrirtæki í hlíðasmálunum, skilur að þá 4 manna fyrirtæki að bara, já, við ætlum að fara hérna, incorporate eitthvað operating system hvernig við vinnum hlutina en það hefur verið held ég það, þú veist, það besta sem ég hef gert af því að þetta hjálpa manni svo rosalega mikið að þó maður sé að borga honum fyrir þjónustuna eins og segi og eins og ég var að tala áðan að fá árangurinn fyrr er meira valuable heldur en að reyna einhvern veginn að hvað maður að segja, þú veist, að finna út úr því sjálfur þannig að, þú veist, jújú, það kostar mig vissulega að bóka hann í dag eða halvan dag og vinna í þessu en það er alltaf, þú veist, það er algjörlega verið þess virði af því að núna, þú veist, það vita allir hvað við erum og hvert við stefnum og allt það þannig að það er eitthvað heilræði sem ég myndi segja að væri fyrir bara hvaða rekstur sem er, það er nú veit ég til dæmis að DK Hugbúnaðar er að held ég að byrja með þetta núna að þú veist að skoða allan að skoða þetta er mjög þekkt út í heimi veist, þetta er partur af því sem stærstu fyrirtæki heima gera er að vera með svona vikulega púls, vera með skýra sín og allt þetta og þetta hefur verið bara hvað maður að segja, þetta eru ekki umturna en þetta hefur gert allt hvað maður að segja, svona auðveldara þýletin til að, þú veist, það er auðveld að segja já og nei við hlutum þegar þú veitur fyrir hvað þú stendur og hvert þú ert að stefna þannig að það er held í líka málið að þú veist, þú ert búin að setja þér svolítið leikreglinu á hvert þú vilt fara sjálfur þannig að þegar það kemur einhver spurning eitthvað þá er það mjög skýrt fyrir þér hvað svarið er þannig að hérna það, veist, eins og segi bara og líka, þú veist, að setja þér ákveðin gildi fyrir hvað hópunni stendur þú veist, það er út á því sem þú vilt að ráða inn og að trakta fólk er hvernig fyrirtækið þú ert þannig að það er bara, já, í mínum huga, þú veist, númer 1 þú veist, það sem mér finnst það besta sem við hefum gert í rauninni. Já, gott svar. Ekkert varandi mistök þegar þú handleggsbrust þess að stelpu þarna Nei, en það hafði engin óhöpp komið upp á bekknum Það byrja að finna upp á ljúu einhver annar Já, svona, ég veit það er erfitt að fá vinni sinni viðtal það er maður meira bara að pulla en hérna Ég heyri það reglulega, það er vilt vera að ljúa einhver upp á því Eitt tekur það á sig en svo, ég vil hérna ég heyri að þú ert vel lesin þú hérna ert búin að nefna marga bækur í þessu samtali hérna. Er einhver sérstök bók sem þú mæli með fyrir fólk, þú veist, bara í frumkvæðla ham Sko, ég elskar hlustabækur ég lesar ekki Nei, okay, en þú veist, já sko, það eru marga bækur sem einhver sem svona umturnaði bara þínum hugsunarhætti Já, Unreasonable Hospitality bókin Shorter styttri vinnuviku eða sko, vera meira efficient í vinnunni þegar þú ert í vinnunni, fattar mig bók sem heitir 5 AM Club mér varst líka E-Myth
þetta svona held ég þekkt Ímið hafið þið ekki heyrt Ímið? Nei Ímið ok Já, það er Ímið Jú, Entrepreneurial ég sá fyrir mér Úrslun Ímið þekkt bók í svona frumkvöla dæmi svo bara ekki fleiri sem svona poppa upp en þú veist, eins og segir líka 5am Club, þú veist, ég búin að gera það núna tölvöld lengi að ég orðinn 30 barna faðir núna og að vera, þú veist ég vil geta sinnt því almennilega að núna dagur minn eins og, þú veist, reyndar ekki núna þegar maður kannski búin að vera Ólafið eða búin aðeins öðru sig að ég vildi virkilega kúpla mig út en núna þegar að kúpla mig inn aftur þá það, þú veist, dagskráin mín þannig að ég vakna 4:30 og ég vinn, þú veist, þá vinnu að ég búin að átta mig á því að lengi vel bara í bæði námi og í vinnu var ég að vinna rosa mikið að einhverju dóti á kvöldin og vaka framhættir en þá virkar heilin á mér ekki neitt ég virkar best að ég vakna einmitt 4:30 og byrja á því sem ég þarf að gera á mótnana þegar enginn vakandi enginn að trufla mig og þá kem ég hlutunum frá mér þannig að þar næ ég inn smá tíma því ég vil geta verið að sækja börnin klukkan 4 og verið með þeim seinnipartinu og ekki þurfa að opna vinnuna aftur eftir það Þetta hefur held ég aldrei átt vel við eins og á tímum sem þessum það sem að, þú veist, tjattið eða eitthvað stanslust að trufla það er alveg Þú veist, að ná bara 3 tímum þar sem enginn vakandi sko. Ég þarf að taka mér upp þennan síð sko. Veit ekki hvað frúin myndi segja um það en... Nei, ég Arna ekkert pyrrað að heyra alltaf einhverju vekjar Nei, bara það er ekki verið neitt mál Ég reyndar vakna ekki við hjá frúnni, hún vakna miklu fyrir henni En á sama tíma þetta líka, þú veist, þannig að maður þarf, þú veist, að þú veist, það bara svona stoppar á mér að ef klukkan er 10 þá verði ég að fara upp í sko, þá bara saman hvað ég að gera en þetta er mín leið til þess að vera produktiv að ég er búin að átta með að mótnarnir virka vel upp á þetta að því að yfir daginn svo bara allt annað áreiti í gangi hvort sem að ég sé að vinna sem kýrapróttur eða bara þú veist, rekstraraðilar á fyrirtæki að þá konstant áreiti þú veist og alls konar hluti sem þarf að pæli þannig að þessi bók 5am Club reynir svona varparinn ljósa þetta líka þú veist að vakna fyrr og setja sér upp einhverja rútínu varandi mótnana og mér finnst það reynir bara það er svo mikið beauty í því þegar maður átta sig á hvað virkar vel fyrir mann þú veist að því að svo kona mín Arna henni finnst við erum að sikkur í schedule-un í rauninni með þetta því að hún í náminu sínu í hjúkrunarfræði hún læri best á því að vera vakandi eftir svæfingu fram á kvöld þar virkar hún best hún skilur mig ekki og ég skil hann ekki en það virkar vel fyrir okkur saman hún í 10pm Club já, eitthvað svoleiðis Herðu, frábært ekki bara búið að gegja það ég er bara frábært þáttur maður er bara hálf orðlaus hérna maður vissi ekki að það væri svona ótrúlega mikil pæling á bakvið það sem þú ert að gera nei, þetta kemur óvart já, það er gaman að heyra ég hérna, eins og segi, bara maður að líta á sig sem stórt fyrirtæki held ég ég held að það sé mikilvægast að gera það er líka hótt hugsun sko og vera með mjög skýrt hvert fyrirtæki er að fara það tekur vinnu til að byrja með en það gerir held ég margt einfaldara in the long run algjörlega Herðu, þá held ég að við ljúkum þessu bara eða ekki, er eitthvað frá þér að lókum með það? Nei, ekki fleiri brandarar í bíli ég brenna allar brýr mér baki Vignir, þá þökkum við kærlega fyrir komuna Takk sem leiðis og gangið vel Takk, bye